Þakka þér fyrir Þóroddur. Já, hvað ætlum við að gera næst? Næsta erindi hér flytur Kjartan Ólafsson sem lektor við Háskólann á Akureyri og hann nefnir sitt erindi að vera eða ekki vera borg. Gjörðu svo vel, Kjartan. Þakka þér fyrir það. Ég ætla að reyna að tala ekki í 40 mínútur eins og svona háskólalektorum hættir til, en ágætu málþingsgestir í sumar sem leið, þá var ég við rannsóknarvinnu í London og þá kom ég meðal annars í þriðju fámennustu borg Bretlands. Og sú borg steinsnar frá höfuðstöðum London School of Economics, þar sem að ég var að vinna, og þessi borg hún heitir City of London. Og í þeirri ágættu borg búa rúmlega 7.000 manns. Og London að því leyti eins og höfuðborgarsvæðið á Íslandi, að hún ekki eitt sveitarfélag, heldur samanstendur af 32 borgarhverfum. Og Bromley eitt af þessum borgarhverfum, þar var ég svo heppinn að búa tíma, en það telst ekki vera borg. Þrátt fyrir að í þessu borgarhverfi búi 320.000 manns. En þessi hringlandaháttur að því virðist hjá Bretum það hvort borg eða borgarhverfi borg eða ekki borg síður en svo bundin við London. Og í Bretlandi eru þannig ekki færri en 7 borgir sem að íbúatölu eru fámennari heldur en Akureyri. Og það má svona til gamans geta þess að sá ágæti maður sem þið kannski hafið heyrt heitir Boris Johnson, hann eiginlega ekki borgarstjóri í London, þó að embætti sem hann gegnir sé kallað Mayor of London, heldur hann eiginlega nær því að vera forsvarsmaður samtaka sveitarfélaga á stór Londonarsvæðinu. Þannig að ef ég hefði verið óánægður með skólamál í Beaverwood School for Girls, þar sem dætur mínar voru meðal annars við nám, þá hefði lítið þýtt fyrir mig að tala við Boris Johnson, því að skólamál til dæmis ekki á hans könnu, heldur ekki sorphirða eða skipulagsmál nema þá svona svæðisskipulagsmál. Og það eru nokkur ár síðan ég komst að þessu og ég verð að viðurkenna að fram að því að þá hafði ég bara einlega tekið því sem gefnu að til þess að geta kallast borg að það þyrfti maður að hafa svona lágmars íbúafjölda. Það var allavega þannig í landabréfabókinni sem að ég fekk í fermingargjöf. Þá voru borgir, það voru staðir með svona 1 milljón íbúa. Og eins og þið sjáuð á landabréfabókinni sem ég fekk í fermingargjöf, þá var það Kaupmannahöfn sem var tekin sem dæmi borg með 1 milljón íbúa. Reykjavík kallaði sig að vísu á þessum árum borg, en það var nú svona með það eins og margt í samfélaginu þegar ég var ungur, að það svona Ísland laut ekki alveg sömu lögmálum eins og hlutir út í einum stóra heimi. Þannig að peningar á Íslandi voru ekki alvöru peningar og fjölmiðlar voru ekki alvöru fjölmiðlar og þannig að maður gerði enga athugasemd við það þó að Reykjavík kallaði sig borg. Hún væri kannski borg svona með höfðatölu. En sem sé þessi hugmynd mín svona mjög skipulega goggunaröð staða í borgir og bæi og kauptún eða hvaðina var sem sagt ekki á rökum reist. Og þetta kallaði augljóslega á svona nánari skoðun og þar sem að ég var staddur í Bretlandi þegar að svona þessi hluti af minni heimsmynd sem að hafði orðið til í bernsku, þannig að steytti á skeri, að þá lá beint við að beina sjónum að því hvernig þessum málum háttað þar í landi. Og svona nánari eftirgrennslan leiddi í ljós að í Bretlandi þá það sem sé þjóðhöfðingi landsins sem að veitir stöðum rétt til að kalla sig borgir eða city. Og þessi heimild alls ekki veitt sjálfkrafa að uppfylltum einhverjum tilteknum skilyrðum, heldur þarf að sækja það sérstaklega. Og það var svona lengi óformlegt viðmið að staður þyrfti að hafa dómkirkju eða háskóla til þess að geta talist borg, en alltaf með þéttbýlismyndun og innbyltingu og slíku að þá urðu til staðir sem höfðu svona svæðisbundið og stjórnsýslulegt mikilvægi og voru ekki borgir og þetta var ákveðið svona vandamál.
Þannig að 1907 þá reyndu breska innanríkisráðuneytið og Játvarður VII sem að þá var konungur að koma einhverju skikki á þessi mál og það hvaða staðir getur kallað sér borgir og settu niður 3 skilyrði sem að þeim fannst að staðir þyrftu að uppfylla til að geta óskað eftir að fá að kalla sér borgir og þau voru að íbúarnir væri svona lágmarki 300.000, staðurinn væri þéttbýli með svona einhverja svona skýr þéttbýliseinkenni og þar væri viðhafðir góðir stjórnsýsluhættir. Þetta var svona good record of local government. Og margir staðir hafa á Bretlandi sóst eftir þessari vegtillu að fá að kalla sig borgir. Þrátt fyrir að náttúrulega nú til dags þá felast ekki í þessu nein sérstök réttindi eða neinn augljós ávinningur. Og það má nefna sem dæmi að bærinn Ipswich sem er á austurströnd Bretlands og hefur 180.000 íbúa hefur 3 sinnum sóst eftir því að fá viðurkenningu krúnunar á því að geta talist borg en ekki haft erindi sem erfiði. Og það kemur kannski ekki óvart að eftir að það hafi verið hafnað í 3. sinn að þá komast menn á þá skoðun í Ipswich að það veri eftir litlu að slægjast að veri í þessu svona borgarprumpi. Það væri bara fyrir einhverja vilsinga. En svo eru staðir eins og Ripon í Jórvíkurskýri sem að eru borgir og þessi staður hlaut formlega viðurkenningu á því árið 1836 og þar eru íbúar núna það bil 16.700. En ef við reynum að yfirfara þessi svona viðmið íbúafjölda á borgir á Íslandi þá væri að sjálfsögðu engin borg á Íslandi, það er engin 300.000 manna borg á Íslandi. Við gætum ekki einu sinni öngla saman í eina borg, eða svona tæplega þó ef við myndum svona safna öllum saman. En ef við skoðum þetta svona 300.000 íbúa viðmið í hlutfalli við íbúafjölda landsins að þá sem sagt voru íbúar á Bretlandseyjum 38 milljónir þarna 1907. Þannig að ef við notum það viðmið að þá þyrfti sem sagt borg eða staður að hafa svona rétt innan við 1% af íbúafjölda landsins til að geta svona fara að tala það að verða borg og það þýddi þá að á Íslandi þyrfti staður að vera með að lágmarki 3.000 íbúa til að geta gert tilkall til þess að vera borg. En hins vegar færið okkur kannski ekki neitt nær kjarnamálsins að vera að tala íbúafjölda í þessu samhengi og Bretar sjálfir hafa eins og dæmin sína áðan alls ekkert farið eftir þessu viðmiði lágmarks íbúafjölda og raunar er það þannig að það eru bara 15 af 69 borgum í Bretlandi sem eru með fleira en 300.000 íbúa. Og þá kannski von að við spyrjum en hvað er þá borg? Og það eru bara mjög skiptar skoðanir. Og það er líka jafnframt ljóst að það er ekki allar borgir eins, það eru til heimisborgir og það eru til stórborgir og smáborgir og menningarborgir og höfuðborgir og kannski eitthvað fleira. Og þegar að bætist við þetta að borgartitlinum fylgja nú til dags engin formleg réttindi að þá má kannski spyrja hvort það hefur í raun einhverja þýðingu að velta fyrir sér hvort að einhver tiltekinn staður bær eða borg. En ég ætla eins og að halda því fram að það skipti raunverulegu máli, ekki vegna þess að það sé svona eitthvað fínna að búa í borg eða með því að stimpla einhvern stað sem borg að þá fáist svona eitthvað betra tækifæri til þess að nudda í ríkisvaldinu að gefa auka pening eða bónusgreiðslu inn í einhverja málaflokka. Nei, þetta móti þá vil ég halda því fram að borgir eru staðir sem hafa skyldum að gegna gagnvart stærra landsvæði og þurfa að halda út til margs konar starfsemi og þjónustu án þess að fá endilega sérstaklega borgað fyrir það. Eða geta svona rukkað nágrannan eitthvað svona aukalega fyrir það sem þeir eru að gera. Og þetta eru skyldur sem að borgir taka á sig vegna þess að borgir eru jafnframt staðir sem að njóta margs konar ábata í krafti þessara stöðu sinnar sem miðstöðvar verslunar og þjónustu og stjórnsýslu. Og þetta svona viðbótar hlutverk borgar kannski hvergi sýnilegra en í menningamálum.
og þess vegna náttúrulega mjög svona vel við hæði að vera að ræða þessi mál hérna einmitt á Akureyrarvöku. Þannig að spurningin sem við stöndum frammi fyrir svona mínumati ekki hvort að Akureyri eigi svona rétt á því að kalla sig borg eða búi nógu margir á Akureyri eitthvað slíkt. Heldur miklu frekar hvort að Akureyri vill axla þær skyldur sem að því fylgja að vera borg. Og svo má jafnvel í því sambandi líka spyrja hvort að Akureyri hafi kannski fyrir löngu byrjað að axla þessar byrðar sem að fylgja borgarhlutverkinu. Þannig að ég vil með öðrum orðum halda því fram að svona samfélagsþróun undanfarin áratuga hafi leitt til þess að Akureyri í raun og veru borg og að það sé staðreynd sem er mikilvægt að viðurkenna. Og að við áttum okkur á svona því svona þeirri samfélagslega ábyrgð sem að því fylgir. Og til þess að kannski ítreka þetta að þá verði ég að taka hérna dæmi sem að óhjákvæmilega mun móðga mjög marga og nánar tiltekið mun að móðga þá 32.308 sem búa í Kópavogi. Og við getum ímyndað okkur að Kópavogur tæki upp á því að fara í verkfall og bara loka í svona 2 daga. Öll þjónusta og allt sem í Kópavogi væri bara ekki aðgengilegt í 2 daga. Og hvaða áhrif það myndi hafa í svona bæjarlífinu þar eða í bæjarlífinu á höfuðborgarsvæðinu og í næsta nágrenni í samanburði við það ef að Akureyri tæki upp á því sama. Hér væri bara allt lokað í 2 daga. Ekkert aðgengilegt. Og náttúrulega því að ég svona inngróinn og innfæddur Akureyringur, þá trúi ég því að við myndum kannski finna sem samfélag aðeins meira fyrir því ef allt lokað af Akureyrinni í Kópavogi. Þannig að Kópavogur að því leyti bara eins og Bromley í London. Mjög svona huggulegt borgarhverfi, góður staður að búa á, en hefur vegna staðsetningar sinnar á miðju höfuðborgarsvæðinu alls ekkert sömu þýðingu í samfélaginu eins og Akureyri. En það ekki hægt að skilja við þetta umræðuefni á þess að nefna líka í fyrsta lagi að Akureyrarborg ekki það sama eins og sveitarfélagið Akureyri. Við sé að bæjarstjórinn hérna, hann var farin að svona gæla við það að breyta nafnskiltinu á skrifborðinu sínu. Hrísey og Grímsey eru þannig ekki beinlínis hluti af Akureyrarborg. Hins vegar eru kannski Svalbarðseyri og Hrafnagil og Dalvík eru klárlega partur af Akureyrarborg. Og í öðru lagi þá náttúrulega get ég heldur ekki skilið við þetta umræðefni á þess að benda á að þrátt fyrir að svona sú hefð hafi skapast að fagna afmæli Akureyrar þann 29. ágúst að þá byggist sú hefð á ákveðnum misskilningi. Því að velja eftir einn sérlega þýðingamikinn atburð í sögu bæjarins, þá það einlega frekar 18. ágúst 1786 þegar að hér sett á fót þéttbýli. Og það vissulega merkur áfangi í sögu bæjarins þegar hann var gerður að sérstöku sveitarfélagi eða þegar menn svona klufu í sundur Hrafnagilsrepp sem var 29. ágúst 1862. En 1955 ekkert síður merkis ári í sögunni þegar að Glerárþorp og Akureyri saminast og sömuleiðis 2004 og 2009 þegar að Hrísey og Grímsey bætast við. Þannig að það svona, mér finnst það að fann að kvarnast aðeins úr því að það sé hægt að komast upp með það að líta á þennan dag 29. ágúst 1862 sem mikil vatnaskil í sögunni. Þannig að ég vil bara hvetja til þess að á næsta ári þá brjótum við blað og fögnum 230 ára afmæli Akureyrarborgar. Takk fyrir.